Verið hjartanlega velkomin, kæru áhorfendur. Það eitthvað alveg sérstakt við notalega og þægilega stofu, það ekki? Hún hjarta heimilisins, staður þar sem minningar verða til og sögur eru sagðar, alveg eins og í húsi ömmu, þar sem lífið fær sinn farveg. Í þessu myndbandi ætlum við að tala hvernig á að hanna fullkomna stofu fyrir heimilið þitt. Ef þú ert að byrja frá grunni eða vilt bara fríska upp á, þá erum við hér til að hjálpa. Við ætlum að sýna þér allt, frá fullkominni húsgagnaskipan til litlu en mikilvægu smáatriðana sem gera hús að heimili. Svo sestu vel til, kannski með nýlagaðan kaffibolla eða gott te, og við skulum byrja. Áður en við köfum ofan í heim líta og púða, skulum við tala stærðir. Falleg stofa þarf pláss til að anda. Þið viljið að það sé nóg pláss fyrir fjölskylduna til að sitja þægilega og horfa á sjónvarpið án þess að finnast þröngt sig. Ekki satt? Góð þumalputtaregla að miða við að minnsta kosti 3,5 metra á 5 metra fyrir grunnskipulag. Nú, ef þið hafið meira pláss, segjum 5 og 6 metra, þá byrjar fjörið virkilega. Meira pláss þýðir meira frelsi til að raða húsgögnum og skapa þessi notalegu horn sem við elskum svo mikið, eins og góð spjallstund á svölunum. Og ekki gleyma lofthæðinni. 2,5 metri lagmarkið, en ef þið getið munu 3 til 3,5 metri gefa rýminu virkilega opna og loftgóða tilfinningu, eins og strönd á Norðurlandi. Og auk þess, hverjum líkar ekki góð loftvifta til að halda loftinu í hreyfingu. Jæja, eftir að við erum búin að tala stærðir skulum við tala skipulag og húsgögn. Það hér sem hugmyndir þínar lífna virkilega við. Serverstofa þarf brennipunkt. Það gæti verið fallegur arinn, stór gluggi með stórkostlegu útsýni eða veggur með sjónvarpinu vel staðsettu. Hvað sem þú velur, láttu það vera stjörnu herbergisins. Hugsaðu svo hvernig fólk mun ganga stofuna. Þú vilt að fólk geti hreyft sig frjálslega án þess að rekast á húsgögn eða veggi. Skildu eftir 75 til 80 cm rými fyrir fólk til að ganga framhjá húsgögnum og 45 cm á milli sofa og stofubors. Og ekki gleyma innstungunum. Trúðu mér, það ekkert meira pirrandi en að hafa fallega uppröðun og átta sig svo á því að það vantar 2 innstungur. Skipulegðu fram í tíman, gott fólk. Þið vitið hvað ég elska náttúrulegt ljósmikið. Það skapar svo hlýja og notalega stemningu í hvaða herbergi sem eins og þið væruð í notalegum, sveitalegum kofa. Fyrir stofuna ykkar mæli ég með stórum gluggum á 1 eða 2 veggjum, að minnsta kosti 1,2 metra breiðum. Hugsið þessar björtu verandir sem við sjáum í gömlum sveitahúsum. Og ef þið eruð með bakkar, íhugið glerhurðir til að hleypa sólinni inn. Það næstum eins og að hafa lítinn bita af náttúrunni beint í hjartastofunar ykkar. Þetta þurrkar út mörkin á milli inni og úti og lætur rýmið ykkar virðast miklu stærra. Jæja, en við getum ekki alltaf treyst á sólina, það ekki. Stundum veðrið ekki með okkur í líði, eins og við vitum vel. Það þá sem gervilýsing kemur inn í myndina. Almenn lýsing, eins og loftljós eða innfeltir punktar, fullkomin fyrir jafna lýsingu. Það grunnurinn að vel upplýstu heimili. Áherslulýsing, eins og veggljós eða lederræmur, frábær til að draga fram listaverk eða byggingarfræðilegar upplýsingar. Ímyndið ykkur fallegt málverk, fullkomlega upplýst. Og ekki gleyma verkefnalýsingu, eins og golflömpum fyrir leskróka eða vinnusvæði. Nauðsynlegt fyrir þá sem elska að sökkva sér í góða bók eða einbæta sér að vinnunni, kannski með kaffibolla við hlýðina. Kafli 4. Tölum golfefni. Það grunnurinn að hönnun hversdagsstofu, svo það þarf að vera bæði stílhreint og endingargott. Fyrir svæði þar sem mikið gengið eins og stofuna, mæli alltaf með efnum sem þola tímans tönn. Hugsaðu þér. Þú vilt ekki hafa áhyggjur af blettum eða rispum í hvert skipti sem einhver kemur inn, það? Endingargóðir valkostir eins og postulínsflísar, parkett, vínil eða jafnvel marmari frábærir kostir. Það auðvelt í þrifum, líta vel út og þóla allt sem lífið býður upp á. Og ekki vera hrætt við að bæta við mottum fyrir auka hlýju. Mottur eins og töfrar. Þær geta afmarkað setusvæði, bætt við hlýju og bundið allan herbergið fallega saman. Við komin að kafla 5. Og nú, skemmtilegast í hlutinn, veggirnir.
Hér getið þið sýnt hverjir þið raunverulega eruð. Ef stofunni ykkar svolítið minni eru hlutlausir eða ljósir litir á vekkjunum snjöllausin, þannig virðist rýmið stærra og opnara. Þetta eru svona galdrar sem jafnvel ömmur okkar þekktu, en ekki vera hrætt við að bæta við persónulegum blæ. Trefíðarpennil, áferðarmálning eða jafnvel djörf áhersluvekkur geta gert kraftaverk og gefið rýminu þessa fínlegu hlýju. Og ekki gleyma virkninni. Þurfið þið pláss fyrir stórt sjónvarp? Viljið þið hengja upp listaverk eða fjölskyldumyndir? Eða kannski þurfið þið hillur fyrir bækur eða alla þessa nauðsynlegu hluti, eins og við segjum hér? Kafli 6. Þessi ferska heimilislykt. Þekkiðu þessa notalegu tilfinningu að koma inn í herbergi og finna ferskt og hreint loft? Það kraftur góðrar loftræstingar. Góð loftræsting mikilvæg í hvaða stofu sem sérstaklega í einarhæðar húsum. Hún hjálpar loftinu að streyma, kemur í veg fyrir kæfandi tilfinningu og hjálpar til við að halda hitastig í notalegu. Ef mögulegt settu glugga á gangstæða veggi til að skapa skilvirka krossloftræstingu. Og ef þú ert með lágt til lofts, íhugaðu að setja upp lofthopp eða upp yfir gluggum eða hurðum. Loftháfar eru líka frábær kostur til að hreyfa loftið. Og auðvitað megum við ekki gleyma loftkælingunni. Góð loftkæling vel staðsett getur verið bjargvættur á heitum sumardögum, þessi svalandi tilfinning sem við elskum svo mikið. Kafli 7. Tengingar. Að skapa óaðfinnanlegt flæði. Eitt það besta við að búa í einarhæðar húsi tilfinningin opnun og tengingu. Þetta snýst allt að skapa mjúk umskipti frá einu rými til annars. Þegar þú skipuleggur stofuna þína, hugsaðu hvernig hún tengist restinni af húsinu. Ertu með opið rými þar sem stofan rennur saman við eldhúsið eða borðstofuna? Ef svo getur þú notað svipaða liti eða efni til að skapa samræmt útlit. Og ekki gleyma umskiptunum yfir í útirýmin. Rendar hurðir eða franskar hurðir sem opnast út á veröndina eða garðin geta látið stofuna þína virðast enn stærri og meira aðlaðandi. Nú skulum við tala hvernig á að breyta stofunni þinni í sannkallaðan fríðarstað. Að því að alveg hreint það fátt verra en að reyna að slaka á í herbergi sem hljómar eins og tóm geymsla eða sem göturreikurinn gefur þér enga fríð. Auðveldasta leiðin til að bæta hljóðvistina að nota mjúk efni sem draka í sig hljóð. Hugsaðu þykkar gardínur, mjúkar teppi og bolstruð og þægileg húsgögn. Svona eins og notalegur krá en án sígarettureiksins. Þessir hlutir hjálpa til við að draka í sig hljóðbylgjur, draka úr bergmáli og skapa miklu rólegra andrúmsloft. Ef þú býrð nálægt fjölfarinni götu eða ef nágrannar þínir segjum fjörugir, skaltu íhuga að fjárfesta í hljóðeinangruðum gluggum eða þykkari veggjum. Treystu mér, eyru þín og hugaróð þín munu þakka þér. Þegar við hönnum stofuna ættu öryggi og aðgengi alltaf að vera í fyrirrúmi. Við viljum skapa rými sem þægilegt og aðgengilegt fyrir alla. Allt frá yngstu börnunum til þeirra sem gætu þurft smá auka hjálp við að komast Fyrst skulum við tala skarpar brúnir. Ef þú ert með lítil börn eða aldraða í fjölskyldunni, skaltu skoða stofuna vandlega til að trengar skarpar brúnir séu á húsgögnum eða veggjum sem gætu verið hættulegar. Hugsaðu hornhlífar eins og við sjáum ofta á heimilum með ung börn. Næst golfið. Sleipt golf getur verið mikið vandamál. Svo, ef þú ætlar að velja flísar eða tre, vertu viss að velja hálkufrían valkost. Og að lokum, hurðirnar. Gaktu úr skugga að hurðirnar þínar séu að minnsta kosti 80 centimetrar á breidd til að auðvelda aðgengi fyrir jólastóla eða göngugrindur. Rétt eins og við sjáum oft í nýrri byggingum sem hafa verið hannaðar með alltaf lífsferðir í huga. Jæja. Nú þegar við erum búin að tala það hagnýta, getum við farið yfir í þessa síðustu snertingu smáatriðin sem skipta öllu máli. Munið þið, það eru litlu smáatriðin sem breyta húsi í heimili, eins og lyktin að nýlöguðu kaffi á morgnana. Ef þú ert með litla stofu, ekki vera hrættur við að hugsa upp á við, eins og háhísin í borginni. Innbyggðar hillur eða sjónvarpskápur sem hangir á veggnum losar golfpláss og lætur herbergið virðast stærra. Hugsaðu snjallar lausnir sem við finnum í verslunum. Og fyrst við erum að tala að spara pláss, skulum við tala húsgögn. Samsett húsgögn eru frábær fyrir lítil rými,
Það eru sveikjanleg og geta laka sig að þínum þörfum eins og góður púsluspilaleikur. Þegar kemur að skreytingum mitt motto alltaf, minna meira. Hugsaðu hreinleika og glæsileika íslenskrar hönnunar. Sérstaklega í litlum rýmum getur mikið að dóti látið herbergið virðast óreiðukent og þröngt. Eins og sagt hreint hús, rólegur hugur. Jæja, vinir mínir, við erum komin á endastöð í hönnunar ferðalagi okkar stofuna. Ég vona að þið hafi fundið innblástur og góð ráð til að hjálpa ykkur að búa til rými sem bæði praktist og fallegt. Munið, stofan ykkar á að endurspegla ykkar einstaka stíl og uppfylla þarfir fjölskyldunar. Hún ykkar litla atvarp, ykkar cozy horn eins og við segjum. Óttist ekki að prófa ykkur áfram, hafi gaman og breyti þessu rými ykkar uppáhaldsstað til að slaka á. Alveg eins og okkur finnst gott þegar húsið hlýtt og notalegt. Kærar þakkir fyrir að vera með í dag. Ekki gleyma líka við, kommenta og gerast áskrifandi fyrir meiri innblástur í innanhúshönnun. Ég óska ykkur góðs gengis í hönnuninni.